Alþingi þarf að yfirfara hlutverk eftirlitsstofnana í samfélaginu í kjölfar fjölmargra mála þar sem þær hafa brugðist skyldum sínum eða ekki nýtt valdaheimildir til að krefjast úrbóta. Þetta segir Gísli Tryggvason, talsmaður neytenda, sem telur margt mega betur fara í starfsemi þeirra. Hann segir að þeir bændur sem dreifðu menguðum áburði á tún sín geti höfðað mál gegn seljanda vörunar og eftirlitsstofnuninni vegna tjóns sem kann að hafa orðið vegna þessa. Helgi ræddi við Gísla í gær. Gísli, velkomin í Kastljós. Hver er svona þín tilfinning sem talsmanns neytenda fyrir því svona hvernig þetta opinbera eftirlit í hinum ýmsu geirum er? Er þetta lýsandi dæmi fyrir það hvernig eftirlitið er? Ég er svolítið hræddur það, en sem betur er þetta benda á dæmi eins og samkeppniseftirlitið og nýverið Neytendastofu sem eru farin að beita sektum og öðrum valdheimildum. Og það er alltof algengt að eftirlitsstofnanir noti ekki þær valdheimildir sem þeir hafa. Eru mörg dæmi um það að það hefur í raun, einfaldlega skort á að eftirliti beiti valdheimildum þegar það raun og sann átt að gera? Já, fjölmiðlar hafa nú nefnt allmörg undanfarin misseri, skulum við segja, og hrunið er nú kannski dæmi um það. Sterkir lögfræðingar til varnar fyrirtækjum og sterk formleg réttindi í stjórnsýslulögum hafa kannski unnið of langt til mótvægis við þann efnisrétt sem verið að tryggja. Það er verið að tryggja líf og heilsu neytenda og fjárhagslega hagsmuni og það gleymist kannski stundum að það er kannski mikilvægara heldur en formleg réttindi fyrirtækja og meðalhófsregla sem hefur nú kannski gengið of langt. Það er að segja að menn eru svo hræddir við að ganga of langt að þeir ganga of skammt eða gera ekkert. Það svona læðist oft að manni svo grunur að það sé oft svona, þá sé eftirlitsaðilinn fann að þjónusta þann sem hann á að hafa eftirlit með frekar en þann sem eftirlitið er fyrir. Já, kannski kallar það að menn svona rótiri á milli starfa og stofnana, þannig að menn verði ekki oft tengdir þeim sem hafa eftirlit með. Já, þessu máli varandi þetta mál sem með áburðin, það er alveg klart mála að það var ekki farið að lögum eða reglum varandi þetta. Væri hægt að höfða mál til dæmis heldur? Já, væntanlega geta þeir reynt að sýna fram á að bara grunur mengun eða spillingu á vöru eða matvöru geti lækkað sölu hennar, dregið úr sölu hennar eða lækkað verð hennar vegna þess að neytendur vilja kannski ekki taka neina sénsa. Þannig að þeir eru kannski á fyrsti aðilinn til þess að fara í mál ef við erum að tala um bætur. En þá þurfa þeir að sýna fram á tjón og orsakatengsl og það er ekkert útilokað í þessu. Fleiri dæmi hafa verið sögð til dæmis af því það sem að eftirlitsstofnanir sýna kannski full mikla kurteisi í samskiptum sínum við þá sem þeir eru að þjónusta. Umhverfisstofnun til dæmis, það hefur komið í ljós að þeir fara til dæmis nær aldrei í eitthvað sem þeir kalla óundirbúnar heimsóknir, heldur láta þeir vita fyrirfram á þeir mæta í stór fyrirtæki sem eru að höndla með alls konar mengandi efni. Hvað finnst þér um það? Já, það er sjálfsagt að sýna kurteisi en sumt eftirlit kemur ekki að gagni, hugsa ég, nema að það sé tilviljunarkennt og án viðvörunar. Og það er auðvitað til hvorttveggja og síðan er til eigið innra eftirlit fyrirtækja og í sumum af þessum lögum sem að stjórnsýslustofnanir eiga að hafa eftirlit með er kveðið á gæða eftirlit, innra eftirlit fyrirtækja sem að stofnanir eiga síðan að endurteka. En óundirbúnar og boðaðar heimsóknir geta verið hluti af virku eftirliti og ættu nú á sumum sviðum að vera það. Og það er til dæmis dæmi það í Danmörku þar sem að ráðherra neytendamála þurfti að segja af sér fyrir nokkrum árum vegna þess að stofnanir sem heyrðu undir hann sinntu ekki nægilega vel að mati þingsins eftirliti með matsölustöðum og það er semst mjög virt eftirlit sem að gengur út á að neytendum er sýnt fram á það með brosköllum og fíluköllum, jafnvel á sölustað, hvort að menn hafa staðist gæðakröfur eða ekki. Sérðu einhverja ástæðu fyrir því hvers vegna þetta er svona hérna á Íslandi? Er þetta eitthvað svona kultúrmál, einhver menning sem hefur skapast hérna að eftirlit eigi helst að stíga eins varlega til jarðar og hugsa getur eða hvað er það? Já, ég hugsa það. Ég átta mig samt ekki á því hvort þetta er afleiðing af stjórnarstefnu síðustu 20 ára eða hvort þetta er eitthvað sem tengist því að við erum ungt lýðveldi og tiltölulega ungt borgaralegt samfélag og ung stjórnsýsla.
eða hvort þetta eitthvað inngrónara í þjóðarsálina, en ég held að þetta sé eitthvað í kúltúrnum. Og þetta ekki bara bundið við það að lögfræðingum sé kennt að sko beita fyrir sig formalisma og lagaklækjum. Það eitthvað við þessar opinberu stofnanir held ég og skipula þeirra sem þarf að laga, en ég átta mig kannski ekki á því hvað það en það jú ekki að sko ástæðulausu sem við setjum upp stórar og sterkar, öflugar stofnanir með virkar valdheimildir. En að mörguleyti mætti segja að það sko verra en ekkert eftirlit að hafa lélegt eftirlit sem virkar ekki og beitir ekki sínum heimildum, en þess að það gefur falska vörn. Er ástæða heldur til þess að fyrir löggjafan eða framkvæmdavaldið að fara sérstaklega ofan í það hvernig opinbert eftirlit er að ganga á Íslandi og hvort að þetta séu svona einstaka mál sem hafa verið að koma upp í fjölmiðlum eða hvort að það þurfi hreinlega að endurskoða þennan eftirlitsiðnað með tillit til þess að hann nái sínu markmiðum. Já, og nú þetta einmitt kallað eftirlitsiðnaður með svolítið neikvæðum blæ, sko, hefur verið gert. En ég held að það væri góð hugmynd, já, að skoða þetta svolítið þvert á ráðuneyti og þvert á geira, ekki bara að horfa á þetta ábyrgðarmál eða eitthvað mengunarmál frá því fyrra, heldur svolítið þvert á það hvaða almannahagsmunum og hagsmunum neytenda og réttindi þeirra viljum við ná og meta það með færustu sérfræðingum, jável, aðstoð utanfrá, hvort við erum að ná því markmiði. Þess að það er ástæðulaust að setja lög réttindi og skyldur ef að það ekkert farið eftir því. Takk fyrir komuna í Kastljós.